það eiginlega versta sem við getum gert fyrir fólk. Það að láta fólk vera í einhver óvissu og ég get alveg sagt að það bara alveg kremur hjarta mitt þegar við erum að taka börn úr skólum sem hafa verið 1, 2, 3, 4 ár og rífa þá upp með rótum til þess að fara eitthvað annað. Mér finnst það algjörlega óboðlegt, ég bara segja það alveg eins og er. Þannig að ég vil mikið frekar að við kerfið sé bara skilvirkt, þannig að fólk sem á ekki heima bara viti það eiginlega strax. Þannig að þau séu ekki að skjóta hér rótum og börnin sé bara komin inn í íslenskt samfélag, það finnst mér mjög. Ég var bara að ég var á röltunni í kringum Alþingishúsi, ég held að það var á 15 í síðustu viku og þá hitti ég 10-12 stelpur úr Melaskóla. Þær voru að mótmála. Það var að vera að brottvísa 10 ára gamalli vinkonu þeirra frá Íran. Og þá fara þær að segja mig að þetta önnur vinkona þeirra og vinahópnum sem hefur verið að brottvísa. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifendur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppvarðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gera hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En myndum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Arna Lára Jónsdóttir, kærlega velkomin. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Já, hann lítið, fyrsta skipti sem þú kemur í hlaðvarp. Já, heldur betur, þannig að þetta er alveg ný lífsreynsla fyrir mig. Já, það voru einhverjir sem að voru að kvarta yfir því við mig að ég var ekki búinn að fá stjórnmálamenn nægilega mikið. Þannig ég ákvað að fá einhver stjórnmálamenn sem svolítið svona ólíklegur. Ég alltaf með sjálfana hérna, Dilja Mist náttúrulega tíður gestur. En að tala við svona stjórnmálamenn sem ég hef ekki talað við oft. Og ég hef aldrei talað við þig. Nei, við erum hitt fyrsta skipti. Já, Þetta verður skemmtilegt. Já, þú ert formaður efnahags- og viðskiptanefndar fyrir Samfylkinguna. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig horfa viðskiptahorfurnar og efnahagshorfurnar við þér? Ég meina, það er alveg augljóst að við erum að fást við áskoranir í efnahagslífinu og sem eru svona utanaðkomandi og það eru þetta sem ber auðvitað hæst þessi bilun í Norðuráli og svo er þetta fall play og svo er þetta búið að vera erfiðleikar líka hjá PCC og Bakka. En þetta eru þetta bara áskoranir sem við erum að fást við og sem við gerðum ekki ráð fyrir en svona í grunninn þá stöndum við þetta vel og ég hef enga trú öðru nema við bara siglum bara vel í gegnum þessa tíma. En þetta er svona til skamstíma þá er þetta pínu áskorun en langtum horfur eru svo sannarlega góðar. En hvað þarf að gera til að létta á þessum álögum? Að það sé erfiðar í efnahagslífinu? Hvað eigum við að gera? Það er þetta ýmislegt þarf að gera. Það er þetta kannski stóra markmið þetta ríkisstjórnarinnar og við sem styðjum þennan meirihluta, það eru þetta að taka á fyrir ríkisfjármálunum og það eru þetta svo sannarlega að gera og það er þetta skiptir mestu fyrir fyrirtæki og fólki í landinu, það eru þetta ná tökum á þeim og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta og hjöðnun verðbólgu og eitt stór hlutur í því er þetta vera með hallalaust fjárlög árið 2007 og við stöfnum þetta ótrúð á því. En þetta er bara verkefni sem við erum í og við höfum þetta fengið mikla gagnrýna ákvörðun við erum búin að ná meira árangur en sem komið er. En ég bara viðurkenni það, ég hefði viljað ná meira árangri. En þetta er bara, það er utanaðkomandi þáttir sem við ráðum ekki alveg nógu vel við. En ég hef svona langtum horfnur eru bara góðar, þóttu við séum aðeins að lenda í smá áskorunum akkurat núna. Já, en hvað núna kvarta margir við því að umsvif ríkisins séu of mikil á byggingariðnaðinum, á ýmsum vettvöngum, það er nú talað að veitingageirinn í vök að verjast út af því að það er of mikið af eftirlits svona fargani sem hefur verið að plaga þá og bara búið að gera það ólsjálfbært. Ég þekki þetta sjálfur, ég vann í dyravörslu og þá vissi allir í rauninni að ef þú værir ekki að greiða starfsmönnunum svörtu laun að þá værir ekkert í þessum rekstri. Það er svo margir sem eru í því. Þannig að hvernig sérðu fyrir þér að hægt er að koma til móts við þessi vandræði? Já, það er það sem er að vera að gera. Það er að vera einfalda mjög regluverkið. Og hvaða regluverk? Bara á bæði byggingariðnaði og líka í eftirlitsgerðunum og það er umtalað
Jóhann Páll og Hanna Katrín hafa náttúrulega verið að kynna umfangsmiklar svona einföldunar regluverk sem ég held að ég myndi að koma þessum aðlum til góða sem þú ert að nefna og svo þetta líka inn í húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar. Þar verið að tala að einfalda líka byggingarreglugerðir til að reyna að ýta undir húsnæðismarkaðinn, þannig að það gangi hraðar fyrir sig. Þannig að það auðvitað verið að gera ýmislegt. En maður sér náttúrulega ekki árangur af þessum verkefnum núna en þau mun þetta skila sér til lengri tíma lætur. Nú reyndar, ég hef talað þennan húsnæðispakka örugglega í 6 hlaðvörpum frá því að hann kom og ég hef reyndar fært rauk fyrir því að hann muni koma til með að hækka leiguverð og að endingu fasteignaverð út af því að það náttúrulega verið að setja kvaðir á leigusala sem eru með viðbótar eign á persónulegri kennitölu að 22% fjármagnstekjuskattur muni leggjast á söluhagnað á öllum eignum. Þetta mun leiða til þess að náttúrulega þeir núna eru að hækka leigu og svo náttúrulega líka vera að hækka skatta á leiguna, þar að segja að það fari úr 11% fjármagnstekjuskatt yfir í 17% held ég. Hvað ef þú svona talar við mig hreint út, finnst þér þessi húsnæðispakki góður? Já, mér finnst það og það sem við erum að gera, sem þú ert að nefna, við erum að draga úr hvötum fyrir fólk til að safna sér íbúðum. Það er markmið þess að tillegna. Við erum að draga úr því að fólk sé eiga fleiri en 3-4-5 íbúðir. Og ég hef spurt mig hversu margar íbúð þarf þetta að eiga. Ef þú ætlar að eiga svona margar, þá náttúrulega bara situr þeir í félag og þá tekur þetta bara umhverfi atvinnurekstar utan þinn rekstur. En hversu margar íbúð þarf anstíklingur að eiga? Og ég hef fært fyrir því rök og sett bara að það er eðlilegt og það eru góðar ástæður fyrir því að einstaklingur eigi 2 íbúðir. Fólk að taka saman, þú veist að á sig hverju íbúðin, ekki tilbúin að selja, þú ert að kaupa íbúð fyrir barnið sem er að fara í skóla. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt á að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Fólk utan á landi sem að þarf til að mynda og fólk sem er bara vill að börnin sín búi við húsnæðisöryggi. Það eru bara margar góður ástæður fyrir því. En hvað mig varðar og mín skoðun svo að það eru færri góðar ástæður fyrir að eiga 3 íbúðir sem einstaklingur. Þá ertu bara komin og 4, þá ertu bara komin í atvinnurekstur. En ef þú átt bara 2, myndirðu sjá fyrir þér að það ætti ekki að leggjast söluskattur á það? Já, það sem ég er að segja. Ég segi að það eru margar góðar ástæður fyrir því að fólk eigi 2. Fólk getur verið með íbúð sem er að fá dánarbúi og það eru bara margar góðar ástæður fyrir því að fólk eigi tímabundið 2 íbúðir. Ætlar þú að berjast fyrir því að þetta mun það ekki leggjast á 2 íbúðir? Já, það þarf að sannfæra mig fyrir því að það þurfi sko. Og það er eins og ég er að skilja plaggið núna að þá mun þetta leggjast á. Það er ekki búið að útfæra. Já, ok. En hversu margar það eru? Þegar maður hlustar á Kristrúnu og Ingu þá virðist það hljóma eins og þetta muni leggjast á allan söluhagnað á hvaða eignum sem er til viðbóta við þín eigin. Já, ég hef ekki hlustað á þau viðtöl. Nei, ok. Það er alveg gott að heyra, þetta muni ekki leggjast. Þannig að ég bara eftir því sem ég bestu þá er ekki búið útfæra þessa leiðir og eins og segi það eru margar góðar ástæður fyrir 2 en það eru færri góðar að segja 3 eða 4 eða 5. Þá ertu bara komin í atvinnurekstur. En núna hefur Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem berst fyrir leigusölum, alls ekki leigusölum, gegn leigusölum fyrir leigjendur. Hann hefur verið að kvarta við því að lögaðilar hafa verið 78% af þeim sem hafa keypt upp íbúðir og núna veit ég að allar forsendur eru fyrir hendi að lögaðilar munu sópa til sín þeim eignum sem munu komin á markað út af því að núna munu þeir sem eiga auka íbúðir þeir munu koma til með að reyna að keppast við að selja þær. Lögaðilar geta gert ráð fyrir því að leiguverð munu koma til með að hækka samhliða því að þeir munu vera með betur til þess fallnir að greiða fyrir eignan út af þær munu vera lægri verði og svo náttúrulega bara geta gert ráð fyrir því að það muni hækka í kjölfarið. Þannig er ekki líka svolítið vandinn að við sem að búa til svona stóra leiguaðila sem að muni hafa ennþá meiri hvata til þess einmitt að reyna að kaupa upp íbúðir. Ég hef alveg heyrt þessi sjónarmið Guðmundar Hrafns og hún finnst við ekki ganga nógu langt
og og hann hefur einmitt áhyggjur af þessu, en ég held bara svolítið að þetta verði líka bara aðeins að koma í ljós og ég óttast ekki að þetta muni enda svona sem hann lýsir, hann Guðmundur Hrafn, en það verður þetta bara svolítið að koma í ljós, sko. Þannig að ég held svona almennt sér, ég ánægð með aðgerðirnar, ég ánægð með það að vera auka í stafnframlögin og það að vera auka í hlutendalánin og það eru þarna mjög margar góðar aðgerðir, en svo hef ég líka heyrt að þetta ekki nóg og þess vegna held ég að margir voru þetta ánægð með að heyra það að það kemur annar húsnæðispakki vor, þar sem verður meira unnið á framboðsliðinni og það eru þetta þannig að það hefur ekki verið byggt nóg og kannski líka það hefur ekki verið byggt rétta típur á húsnæði. Það er að vera að byggja allt á stórar og dýrar íbúðir en það sem markaðurinn er að kalla eftir. Þannig að ég held að margir eigi eftir að bíða spenntir eftir öðrum húsnæðispakka og þá er þetta leikur þá meira líka á sveitarfélögunum. Það þarf að vera með klára lóðir til þess að hægt sé að byggja á. Ég er allavega mega í með að sjá hann þetta því að ég hef svo gaman að þeim sem síðasta. En núna hefur Ásgeir Jónsson sagt að þetta muni, að hann sé rauninni að gera ráð fyrir því að atvinnuleysi muni koma til með að hækka. Hann sagði þetta á Sprengisandi hjá honum Kristjáni Kristjánsinni núna síðasta sunnudag. Og það sem ég paraði það einmitt við var það sem þú varst að nefna núna, sem var hlutdeildarlán. Og ef við gerum ráð fyrir því að bæði verktakar séu að bjóða ungu fólki betri kjör á eignum með minna eigið fé og að hlutdeildarlána að vera sett auki fjármagn í þær. Ef að það verður gert samhliða því að það verði mögulega lækkun fasteignaverðs, að þá er fólk sem er á allir verðtryggðum lánum sem að þeir munu alla jafna fara í, vera komnir í neikvætt eigið fé eftir mjög skamman tíma. Ef að atvinnuleysi eykst ofan í það, að þá veitum við alveg hverjir missa vinnuna fyrst, það eru þeir sem eru á lágum tekjum, á millistjórnendur. Ef að það gerist, að þá erum við að fara að sjá persónuleg gjaldþrot í svona hrönnum ef þessar stærðir eru fastar. Já, ég las nú ekki þetta úr orðum Ásgeirs. Hann var náttúrulega að tala um kólnun í hagkerfinu. Hann sagði beinum orðum að það myndi koma til með að vera auka atvinnuleysi. Já, en þessi áframhaldi útleggingar sem þú varst með... Nei, með hlutdeildarlán. Já, nei, það var bara eitthvað sem ég paraði strax við. Þú varst að spá mjög fjölmörgum gjaldþrotum, ég sé það nú ekki endilega gerast. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það kemur þetta fram í nýrri þjóðarspá Hagstofunnar og það hefur líka komið fram í öllum greiningum sem við fengjum frá Seðlabankanum að skuldasta íslenska heimila er mjög góð, sérstaklega í alþjóðlegu samanburði. Þannig að við erum ekki farin að sjá þessi merki ennþá. Og ef við sjáum þessi merki birtast, þá verðum við að grípa inn. Þau eru ekki komin fram ennþá. Þannig að ég ætlar ekki eins og komið með að við séum að farin að spá mikið lítið fjölgun í persónuleg gjaldþrotum. Ég held að við getum alveg róa okkur aðeins í því. En það eru þetta sem var þetta í þessu viðtali við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra á sunnudaginn. Hann er auðvitað að segja það að hagkerfið sé að kólna og þegar hagkerfið kólnar þá má þetta gera ráð fyrir því að verðbólga lækki og hún er náttúrulega, við hefðum þetta vilja hafa hana komið neðar hún er í dag en hann sagði það bara, hann vildi bara gera ráð fyrir því að verðbólgan hjá henni og þá erum við komið með enn frekari skilyrði fyrir lægri lækkun vaxta. Og það á nú sannarlega eftir að skila sér til heimila. Þannig að ég held að ef það gerist og það er aldrei gott ef fólk missir vinnuna og hvað hjálpir, það vil maður ekki. Þannig að þetta vonum sér til þess að það verði ekki. En með því að hagkerfi kólni, þá verða þarna betri skilyrði til að lækka vexti og það kemur öllu fyrir góða. Og svo varstu með einhverja hugleiðingar hverju missa vinnuna sko. Þegar það kólnar í hagkerfinu, þá er þetta fyrst og fremst í byggingariðnaði og svo þá líka í ferðaþjónustu. Þannig að það er fólk sem er frekar sveigjanlegt þegar kemur í, ég myndi halda að það var þeir svo geiri sem myndi kannski fyrst bitna á ef við horfum í þessa sviðsmynd sem þú lýsir sko.
En ég nú svo bjartsýn manneskja á upplægið, þannig að ég tek á því þegar það kemur, en fram á því þá bara ég bara bjartsýn, sko. En hefur það svolítið ekki verið að vinna á því að reyna að koma í veg fyrir það líka? Jú. Það sem ég að velta fyrir mér, Já, algjörlega. En svona, út af að tala ferðamenniðinaðinn og fleira, þá... Byggingariðnaðinn? Já, og byggingariðnaðinn, þá leiðir okkur svolítið út af því að það mikið erlendu fólki sem að í þeim gera. Þorbjörg Sigríður núna að fara að koma á fangelsum, ef við tölum bara hreint út, sem að náttúrulega einhvers konar móttökustöðvar, brottfarastöðvar og einhverja fleiri svona orð sem við erum að nota yfir þessi fangelsi. Hvað hvernig hugnast þér? Út af því að nú veit ég að þú ert svona svolítið til vinstra fólk hefur svona almennt, ég meina Þórður Snær, ég þori eiginlega að lofa því að hann sagði í viðtalið við mig bara við erum bara að búa til einhver falleg orð fyrir fangelsi. Bara ég skil ekki okkur að tala með þetta eitthvað öðruvísi þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir allar setja á laggirnar. Hvernig horfir þetta við þér? Já, ég held að enginn hafi farið í pólitík til að reyna að koma á brottfararmiðstöð. Ég held að sé nú bara þannig. Við erum þetta bara að bregðast ykkur ástandi sem uppi komið og brottfararmiðstöður þetta þekktar á Norðurlöndunum og eftir því sem ég skilst þá erum við eina landið sem ekki með brottfararstöð og fólk í dag vistað á Hólmsheiði, fólk sem í þessari stöðu og það finnst mér alls ekki gott, það fangelsi. Brottfararmiðstöðin þannig hugsuð, þetta svona mildar úrræði, þannig að það eru ekki fangaverðir endalega sem þar eru störfum eins og hefur nefnt í umræðinni. En þeir eru með sömu heimildir og fangaverði, það hefur komið skipt. Já, en þetta samt hort á þetta sem mildara úrræði og þetta alltaf bara eitthvað svona tímabundið, þú getur verið þarna bara að hámarki einhverja vikur, þú ert ekki einhver ár, sko. En auðvitað, þetta ekki tilgang fólks í pólitík að koma upp brottfararmiðstöð. En við getum líka að kalla á sætabrauðstrengi en þetta eru fangaverðir ef þeir eru með sömu heimildir. Já, en þetta er semt litið á þetta sem þetta svona mildari, vægari úrræði heldur en fangelsi, sko. Og það náttúrulega, þetta bara hluta tíma og þetta náttúrulega bara jaðartilvik svona sem fari í brottfararmiðstöðuna eins og þetta hugsað. Þú farir ekki brottfararmiðstöðuna, þú ert búin að hafna öllum öðrum úrræðum. Þannig að maður nú svona vona það að fólk sé samstarfsfúst við stjórnvöld og þegar það búið að fá þann úrskurð að eiga ekki rétt á að vera hér, þá velja það nú frekar að vera í samstarfi við stjórnvöld. En núna sagði, ef ég að mynda rétt, og ég að mynda rétt held ég, sagði vinkona mín, hún Dagbjört Hákonardóttir að ástæðan fyrir því að Samfylkingin geti ekki samþykkt svona brottfararmiðstöð væri út af því að það ætti alls ekki að hýsa börnana. Þannig að mun Samfylkingin halda áfram að setja fótinn niður ef það á að hýsa börn í þessu brottfararmiðstöðum? Sko, eins og það gert ráð fyrir í dag, þá verða börn hámarki í 7 daga, þau verða aldrei lengur. Og þetta var mjög mikið skoðað við vinnslu frumvarpsins en núna bara það verið að vinna núna í þinginu, en það var mat þeirra sem voru að smíða frumvarpið, það væri betra fyrir börnin að vera með foreldrum sínum, frekar en að vera á Hólmsheiði, sko. Þannig að börn verða þarna, vonandi eiginlega aldrei, en það geta komið upp aðstæður að börn verði vistuð þarna með foreldrum sínum, en forsjárlaus börn, þau verða ekki þarna. Þetta engin staði fyrir forsjárlaus börn. Þannig að það alveg skýrt og að kemur fram í frumvarpinu. Þannig en jú, það geta komið upp tilfelli en ég vona svo innilega að þau verði sér fast. Hvað finnst þér samt almennt svona breytingar á útlendingaumræðinni? Ég er búin að vera að tala um þetta lengi og að gera ráð fyrir því að það sem að gerast í dag, ég reynda til að hælisleitendakerfinu verði að endingu lokað út af því að það engar pólitískar forsendur fyrir öðru og þá er ég að tala um pólitíska eftirspurn. Finnst þér að þetta er búið að breyta svo mikið og þú svona sem ert á vinstri vengnum, hvað finnst þér svona breytingin frá 2021? Þú hefur örugglega gagnrýnt mjög þessa brottfararmiðstöð sem núna verið að huga á að setja laggarnar. Já, ég veist bara svo ég segir bara frá hreinskilni þá hef ég bara ekkert verið ofboðslega upptekin af útlendingamálum. Ég
ég skil alveg hvað verið að gera en ég bara lagt á það áherslu að þetta sé gert af mannúð og það sé einhver skilvirkni í kerfinu að því ég held það er eiginlega versta sem við getum gert fyrir fólk. Það er að láta fólk vera í einhver óvissu og ég get alveg sagt að það bara alveg kremur hjarta mitt þegar við erum að taka börn á skólum sem hafa verið í 2, 3, 4 ár og rífa þau þá upp með rótum til þess að fara eitthvað annað. Mér finnst það algjörlega óboðalegt, ég bara segja það alveg eins og er. Þannig að ég vil mikið frekar að kerfið sé bara skilvirkt, þannig að fólk sem á ekki heima bara viti það eiginlega strax. Þannig að þau séu ekki að skjóta hér rótum og börnin sé bara komin inn í íslenskt samfélag, það finnst mér mjög vont. Ég var bara, að ég var á röltunni í kringum Alþingishúsi, ég held að það var á 15 í síðustu viku, þá hitti ég 10-12 stelpur úr Melaskóla, þær voru að mótmála. Það var að vera að brottvísa 10 ára gamalli vinkonu þeirra frá Íran og sem hefur verið í 2 ár og ég er bara að spjalla við þær sem að gera sinn þingmaður og þá fara þær að segja mig að þetta er önnur vinkonu þeirra og vinahópnum sem hefur verið að brottvísa og það er bara fyrir mig sem jafnaðarmann bara mjög erfitt að horfa upp á það að taka börn sem eru búin að skjóta hér rótum og taka það úr skólunum og úr öruggu samfélagi og það er bara mín pólitíska sannfæring. Þó svo ég hafi nú ekki farið í pólitík og útlendingamálum. Nei, ég veit það. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Af hverju ferðið pólitík? Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á pólitík og bara snemma í menntaskóla, það var mjög mikil umræða stjórnmál bara strax á menntaskólaárunum mínum og ég meina bekkjarfélagi mínu buðu fram til bæjarstjórnar á Ísafirði 94 og náðu þar inn 2-3 mönnum, fönglistinn svo kallaði og það var mikil pólitísk umræða þegar ég var í menntaskóla á Ísafirði. Og við vorum að gangi gegnum mjög mikla erfiðleika í atvinnulífinu og svo vorum við líka það voru samningar sveitarfélaga, það var mjög mikið að gerast á þessum tíma sem ég er í menntaskóla þannig að það byrjaði bara strax þar að ég hefði áhuga á pólitík. Svo var ég með fyrirmynd í móður minni sem var í kvennalistunum og ég er þetta alin upp við mjög mikla pólitíska umræðu á heimilinu mínu og ég bæði með afi var nú hann sagði nú aldrei uppátt en hann var nú sterklega orðaði við Framsóknarflokkinn, hann allan var áskuldu á tímunum alveg þá til hann hætti að koma út og það hefur alltaf verið tekist mikið á pólitík í kringum mig, þannig að ég bara einhvern veginn hefur bara alveg upp við það. Og þú varst bæjarstjóri á Ísafirði? Já. Hvernig líst þér á Ísafirði núna? Það bara er ofboðslega góða fréttir á Ísafirði og bara gengið ofboðslega vel. Við höfum þurft að upplifa ýmislegt í atvinnulífinu fyrir vestan en það gengur vel núna. Og það er við erum komið fleiri stoðir undir atvinnulífið og það bara skiptir miklu máli og íbúum eru að fjölga þannig að það er bara bjart útlit og við erum þetta með hvað maður að segja flaggskip íslenskrar nýsköpunar með höfuðstöðvar á Ísafirði sem er Keresis og talandi útlendinga það við höfum svo sannarlega fengið að njóta starfskrafta þeirra hjá Keresis þar sem við erum bæði þannig að það er alveg það er bara mjög stór stoð undir atvinnulífið og svo erum við þetta með fiskeldi og fleira. Það er ekki frábært að vera með fiskeldin? Jú, ég hef verið mikill stuðningsmaður þess og Vestfirðingar eru allir stuðningsmenn fiskeldis, það eru bara einhverjir hippar á Seyðisfirði sem að segja nei við þessu en svona alla jafna þegar þetta er komið í fjörðin þá er allir bara, þið takið þetta ekki á okkur. Já, ég meina við sjáum áhrifin, við sjáum bara hvað hefur breyst, þannig að við sjáum bara þessi hagrænu áhrif og hvað er að gerast í kringum okkur en ég segi ekki fiskeldin á mertu vatn, menna þessi fyrirtæki verður standa með náttúrunni og vera með hugsa hana og ef þið gera það ekki þá er þetta ekki heima ekkert erindi í okkar firði þannig ég hef alveg líka verið skýr á því þau verður þetta vera með umhverfissjónarmið að leiðarljósi og þau þurfa það er þeirra metnaður líka að standa vel sitt fyrirtæki og þeirra fiskur dafni, fá náttúrulega ekkert verð fyrir döðan fisk, þannig að það er þetta líka þeirra metnaður að standa sér vel í því. Nei, en hefur ekki fundist umræðan þetta að vera hálf galin, ég meina við erum með fólk sem er harðduglegt að standa í þessu, þetta skapar atvinnulíf og jú, að sjálfsögðu á að standa
að baki því að fiskurinn verði ekki kynþroska með því að hafa lýsingarnir í lagi og að kom ekki göt á netin og að sé ekki einhver skítur að vella upp úr þess að tjaldið fari í einhverja klessu. En almennt séð, þá erum við ánægð með þetta og við viljum ekki vera að sjá einhverja algjöra hippa fara á einhverjum kajak út og vera að taka myndir og reyna að eyðileggja atvinnulífið. Erum við ekki sammála því? Já, það hafa náttúrulega orðið alveg stórkostlega framfarir þegar kemur á svona gæðamálum í fiskeldinu. Varðandi bara hvernig fiskurinn meðhöndlaður og hvernig fást við lúsina og þannig að það hafi orðið bara mjög miklar framfarir bara held ég á síðustu árum og á fyrstu árunum það verða svona slys og atvik og þau voru náttúrulega til þess að læra af. Og við urðum náttúrulega, það var mjög leiðilegur atburður í Patreksfirði 2023, þar sem var risastór slysaslepping á kynþroska fiski sem var náttúrulega bara hreint ekki gott. Og í kjölfarið því þá voru þetta tekið til í ferlum þessara fyrirtækja sem standa greininni, að því fyrir þau þetta líka mjög slæmt mál. En að þú nefnir Seyðisfjörð og hippan á Seyðisfirði sem ég veit nú ekki hvort þau endalega hippar en fólk verður líka svolítið að fá bara að skoða þetta í sínu firði. Vestfirðingar hafa verið mjög opnir fyrir þessari atvinnugrein en hafa samt sem áður sett skýrar umhverfiskröfur en þetta getur alveg farið saman. En fólk verður líka svolítið að hafa skoðun á því hvað í þeirra nærumhverfi og nú þekki ég ekki nákvæmlega hug Seyðfirðinga en ég hef alveg heyrt þessar raddir. En svo ég líka Þeir eru núna samt líka kvart yfir því að atvinnustar sem sé að fara úr firðinu sko. Já, svo hef ég líka heyrt að íbúar í næsta firði, Mjóafirði, eru bara mjög opnir fyrir fiskeldi og það nú bara eitthvað sem þau verða að finna út úr en Vestfirðingar hafa verið svona mjög opnir fyrir þessu að þið skilur í gefnum að þessi gengi vel firðina. Nei, ég hjartanlega sammála, ég held þetta farið saman, ég heimsótti nú Gauta í Háafell fyrir 1,5 ári þar sem ég var að skoða það hvernig fiskeldi væri og þar sýndan mér einmitt laserkerfið og líka með og byssurnar og líka náttúrulega með einhverjar þessi bátar með hitakerfin sem að losa líka lúsuna og svo erum við líka með hrokkkelsi og það allt notað. Já, Háafell er bara dæmi fyrirtæki sem bara komið bara ábúðslega langt þegar mjög framalega. Já, þannig og eru bara algjörlega til fyrirmyndar. Þannig að ég segi að fólk með eitthvað svona með miklar efasemdir þessa grein að þá segi bara talið við hann Gauta í Háafelli. Ég er sammála því. Ertu ánægð með að Samfylkingin hafi hætt að vera svona of mikið jafnaður og meira svona atvinnulífsflokkur sem að tekur að festu? Ertu ánægð með þetta svona að við fórum aðeins meira frá Degi Bjargeirssyni í átt að Kristrúnu? Nei, ég meina þessi sjónarmið hafa nú alltaf verið í Samfylkingunni og ef maður ætlar að vera stórflokkur eins og Samfylkingin þá bara rúmar hún öll þessi sjónarmið og við viljum þetta vera stór og við höfum bara og sumir eru meira fyrir náttúruna og umhverfisverndun og það bara vel og svo erum við meiri sem við erum meira á forsendum verðmætasköpunar og það líka vel en þetta getur líka bara í flestum tilfellum farið bara vel saman og við erum öll í sátt á samlendi sko. Já, ertu ekki að fara heldur frjálslega með þetta Nei. Jóhann Páll nýbúinn að fá okkur úrskurð landverndar eitthvað að megi ekki virka hann bara haldið kjafti við ætlum að breyta lögunum. Það er engin að halda kjafti. En það bara gengur vel og við höfum bara sem betur fer verið þannig að við höfum getað talað mál og þannig það bara verið stórum flokki og það bara að fá ýmsar skoðanir þess stað og það engin skoðun verið en önnur og svo höfum við nú bara komist að góðri niðurstöðu þegar eftir gott samtal. Já, sumar skoðanir eru töluvert verri en aðrar. Við getum alveg, skoðanir miðflokksins þú gerir ráð fyrir því að ég finnst það verri heldur en skoðanir Samfylkingarinnar. Já, við erum bara ekkert mikið að ræða skoðanir miðflokksins í Samfylkingunni, sko. Þeir verða bara að fara að ræða það á sínum vettvangi. Já, en hvern vilt þú sjá fara fyrir ykkur fremst í borginni? Já, ég er að meina, mér finnst Heiðar hafa staðið sér bara á mörgu leyti vel, en ég held að sé bara góð aðferð að vera bara með prókjör og ég held að sé bara gott fyrir hana að ég hygg að hún hafi huga að halda áfram að það sé prókjör og og hún er með góða sögu til þess að segja. Gerir þú ráð fyrir því að stiða baki að hann í þessari prókjöri? Ég mun ekki taka endilega einhverja svona afstöðu í því, get ég sagt þér, en ég vil nú bara gott fólk bjóða sér fram og það eru þetta gríðarlegt tækifæri í borginni til þess að gera vel og við erum öll í pólitík til þess að
gera samfélaginu vel og ég hef nú sagt að því sveitarstjórnarmálin eru náttúrulega svo skemmtileg og ég náttúrulega var lengi í sveitarstjórnarmálunum og ég valla búin að átta mig í sig farin úr þeim, ég var svo lengi og þetta er svo frábær vettvangur fyrir fólk að, sem eru áhuga að bæta samfélagið. Þannig að ég bara fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík, Guðjónabæðinu bjóðu fram á 17. stiginu, það er alveg óheyrilega gaman. Miðflokkurinn að auglýsa eftir fólki? Já, ég heyri það, ég heyri líka. Þið líka að auglýsa eftir fólki? Eru við? Já, veistu það? Nei, við erum kannski bara ekki byrjuð. Nei, það er alltaf pláss fyrir nýtt fólk. En ég held að við hefum ekki verið að gera það með auglýsingum, en ég er nú vonað það að fólk átti svo því að dyrnar eru opnar. Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðinn þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En hvorum þetta? Þú veist, sko Sjálfstæðisflokkurinn með, þú veist, var alltaf með Gulla Bjarna, nú er það með svona, ég veit ekki alveg, ég gerir mig ekki alveg fyllilega grein fyrir því, kannski þegar Áslaug kemur aftur, þá verður þetta kannski Guðrún Áslaug aftur, gerir mig ekki fyllilega grein fyrir því. En Samfylkingin er Dagur Kristrún. Hvorum meginn dettur þú í þessu? Ertu svona... Ég bara hafna þetta sé eitthvað Dagur Kristrún, ég gera það. Þetta er það einhverju leyti, skilur þú, út af því að maður sér þetta alveg að, þú veist, hún kallar hann aukarleikara hann á sínum tíma. Og baðst afsökunar á því. Já, en hún baðst afsökunar á því, ok. En hins vegar þá erum við samt með, Dagur er að gefa út stórar yfirlýsingar ESB. Þegar Kristrún er spurð út í þetta þá segir hún ég nenni ekki að vera að kljúfa þjóðinni í einhverju svona dellu. Þannig að það er augljóslega einhver togstreita og maður sér alveg, það er fyrir alla sem að fylgjast með pólitíka einhverju viti, augljóslega einhver gjá þannig á milli. Já, ég er kannski bara svona næv og ég bara... Kannski eftir Brynjar Níelsson hérna Samfylkingar. Það geti verið. Hann var alltaf hvoruð megin, sko. Já, það geti verið, ég segi Brynjar Níelsson Samfylkingar, það verið þá eitthvað. En ég geti vel verið að ég sé svona næv, sko, bara ekki vestur af fjörðum, en ég upplifa ekki neina þessa togstreitu þeirra á milli eða, þú veist, ég er alveg opaslega ánægð með þingflokkinn. Hann er öflugur og hann er bara yfirfullur á þekkingu og svo bara fyrir svo skemmtilegur. Og þannig að það bara er svo gott veganest í pólitík að hafa gaman og hún segi, þetta er alveg opaslega öflugur flokkur og hann ég bara, nú er ég bara búin að vera í sinni febrúar en þetta bara já, ég upplifi bara mikla samheldni. Og ríkisstjórnarsambandið sterkt, engin ágreiningur? Engin stór ágreiningur, ekkert sem við komumst ekki í gegnum, við erum bara með stjórnarsáttmála, við vinnum eftir honum og auðvitað kom upp mál sem við þurfum að ræða, þó það nú væri, við erum þetta 3 flokkar, það er bara eðlilegt en það hefur nú bara gengið vel. Og það er stundum það bara að tala saman en við erum með markmiði skýrt og hvert við erum að fara þá nærum maður nú að leysa svona flest mál. Já, hvernig horfir framtíð við? Það er svo mikið að breytum sem er einhvern veginn í háaloft. Við erum að sjá útlendingamálin, það er að verða sífellt meiri reiði samfélagslega, sérstaklega varðar ýmis álitamál menningatengd mál og hælisleitendur og blikur á loft í efnahagsmálunum. Ef þú tekur svona breiða strókur, þú hlýtur að finna fyrir því, það svona eitthvað í loftinu, varðar allar umræður, maður rennir yfir Facebook, þá það allt öðruvísi heldur en það var fyrir einhverjum árum, fólk orðið einhvern veginn reiðara og pirraðara. Já, á hverju fólk svona reitt og pirrað? Það maður auðvitað þarf að spyrja sig að þessu, hvað það sem veldur þessu? Men ég heyri alveg þess að umræðum með útlendinga sem kemur mér líka einhvern veginn, þú veist, nú fjöldi hælisleitenda hann að draga saman
og þetta kemur frá samfélagi sem við höfum bara verið mjög með opið faðminn gagnvart innflytjendum og og samfélagið fyrir vestamundinu bara ekki í ganga ef við værum ekki með þessa góðu innflytjendur sem til okkur hafa komið og við höfum alltaf bara frá því að ég bara fættist hefur við bara verið mikinn fjölda innflytjenda sem er bara orðin hluti á okkar samfélagi og þannig að og maður þarf að spyrja sig hvaðan kemur þessi ótti og þessi reiði og ég held að það sé mjög góð spurning fyrir stjórnmálamenn en það hefur þetta sem hefur gerst það hefur orðið rosalega breytingar á síðustu 10-15 ár en breytingin hefur verið svo hröð þannig að ég held að það sé kannski þessi hraðabreyting er eitthvað sem fólk svona bregður við hvað við erum að breytast hratt en og ég óttast þetta sjálf ekki ég meina við þurfum bara að hjálpa fólki að verða hluti á okkar samfélagi og ég meina við viljum ekki fara tilbaka En hefur þá ekki gera kröfur að fólk verði hluti á okkar samfélagi við erum ekki að vera að taka um önnur gildi og það ég held að þetta sé ekki út út af því ég er búin að heimsækja Ísafjörð 3 svar núna undanförnum 2 árum og alltaf þegar ég kem þá er fólk bara alls konar bara hvað eru þið að gera í borginni í þessum útlendingamálum og það hefur náttúrulega að gera með bara, svo við tölum bara hreinskilnislega hælisleitendur frá Miðausturlöndum. Það er eina sem fólk er að spá í og það er eina sem fólk hefur áhuga á. Þetta hefur ekki að gera með Úkraínumenn, þetta hefur ekki að gera með Litháa, þetta hefur ekki að gera með Pólverja, þetta hefur bara með þetta að gera. Einhverju leyti með tungumáli við þessa 3 hópa, en aftur á móti þá er þetta í langflestum tilvikum múslimar sem hafa komið frá Miðausturlöndum. Það er það sem fólk hefur áhyggjur af. Fólk hefur áhyggjur af því að það fólk sé að sjá menn spóka sig með reyndar gerfi árásarrifla sem geta náttúrulega verið notað sem hótun. Það hefur verið stungaárás í Úlfarsárdal. Það hefur komið upp ýmis álitamál varðar fólk til dæmis frá Palestínu sem hefur verið til vandræða. Ekki, núna veit ég að það verður núna fólki fært úr landi ef að það hefur brotið á sér alvarlega. Heldur að það geti létt á þessum áhyggjum sem að fólk hefur? Og það ég segi, þegar ég fer til Ísafjarðar þá hefur fólk að tala bara um þetta. Útlendingamál? Nei, já, já, nákvæmlega þetta. Já, þú ert að tala um einhver allt annað en ég, þetta er alltaf ekki að gerast á kaffistofum í Ísafirði að fólk sé að hafa ágjör af fólki frá Miðausturlöndum, bara alls ekki. Og við höfum verið að taka á móti flóttamönnum frá Sýrlandi og Írak og það er bara gengið vel. Það er bara í alvörinu bara gengið vel. Það gengur þetta hægar þegar við erum að taka á móti fólki frá öðrum menningum heldur þessum sem við þekkjum. En það gengur vel ef fólk er hjálpað til að komast inn í samfélagið, menn það þarf að fá aðstoð við að læra íslensku, það þarf að fá að taka þátt í samfélaginu, komast inn á vinnumarkaðinn bara til þess að fá að vera hluti því og það er að fá eitthvað tilgang. Þannig að kannski hafa breytingarnar verið bara svolítið hraðar á höfuðborgarsvæðinu, þannig að fólk hefur ekki fengið tækifæri til að bara komast nógu vel inn í samfélagið, menn það þarf að gefa fólki tækifæri til þess að læra íslensku, því það er þetta bara lykillinn á samfélaginu. Og þannig að ég var eitthvað að skoða þessar tölur ekki alls fyrir löngu ég held að hvað er ekki 1500 umsóknir hæli á Íslandi alþjóðlega vernd? Jó, 1518 Já, ég held að 1500 og menna það eru 930 frá Úkraínu og flestir eru frá Úkraínu þannig að ég bara það er svona ég segi, fólk hefur ekkert áhyggjur af hælisleitendum en það er bara svo pínulítill hluti af þessu á heildarpakkanum en það hefur samt aukið hræðslu, það hefur aukið áhyggjur af fólk sem óöryggi ungar konur að kvarta við því að það sé ekki öryggari miðbænum og við þurfum að skilja þann ótta að og þá þurfum við að spyrja hvað getum við gert til þess að breyta því og ég er að menna konur hafa þetta verið, ef þú ert talað með leigubíluna er þetta að vísi það? Bæði, já. Já, ég er að menna, Íslandingar brjóta líka af sér, má ekki glemma því og aðrir. Ekki saman hlutfalli? Já, ég er nú ekki með þá tölfræði fram að mig en það veit ég að Íslandingar og aðrir brjóta líka af sér þannig að þetta á ekki bara við fólk frá Miðausturlöndum, það er bara ekki þannig. Þannig að Já, nei, ég menna, en eins og segi, bara hafandi talað við lögreglumenn um þetta og þeir segja að þetta sé bara breytingin hefur orðið stórkostleg, þetta er mjög mikill vandi, þetta hefur gert samfélagi óöruggara og fólk hefur áhyggjur af því. Ég segi það bara, þegar fólk segist vera hrætt og óöruggt, þá hefur þetta að hlusta á það, við hefum ekki segja bara nei, hvað er það og þú átt ekki að vera hrætt og það er ekki þannig sem það virkar, við þurfum að hlusta á ótta hvað það er, eðlilega, en ég er samt þannig við hefum bara frekar að mér finnst þetta verið svo sundrandi umræða við og þið, ég vil frekar reyna bara að horfa á einhverju þætti hvað saminur okkur og það eru það flestir sem hingað komið eru bara hið venjulegasta fólk eins og við
Já, nei, ég meina, og það eru þetta bara, það kemur enga fólk líka sem hérna með alls konar í bakpokkunum sínum sko, alls konar áföll og átök sem við bara getum ekki sett okkur í spor þeirra sko. Þannig að kannski fær fólk bara ekki aðstoð til að vera leysa úr þessum áföllum sem það hefur lent í. Þannig að mér finnst það svo erfitt að vera eitthvað að dæma heilu þjóðirnar út frá þessu. Þess vegna hef ég komið þá laus bara, ef við erum að vísa fólki á landi sem er að brjóta af sér, þá bara myndi þetta í rauninni þetta vandamál hverfa sko. Já, ég meina við viljum náttúrulega ekki bjóða glæpamenninga velkomna, þá þarf þetta að taka úr því. Ég held að allir séu sammála því. En ætti þá ekki þröskuldan að vera frekar lágur bara, þú veist, ef þú kemur út að ég sko að hugsa þetta út að maður fyrir Thailands eða Vietnam að þá borgaru, man ekki $30 eða eitthvað við inngöngu Vietnam og skrifur bara plagg bara, ef þú ert að brjóta eitthvað eða bara sparkað umsvöðlust á landi. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Ættu við ekki bara að vera með þannig að ef þú ert hérna og ert að brjóta af þér, jável einu sinni, þá bara, ég er ekki að tala um stöðumælabrot eða eitthvað þannig, en ég er að tala um bara að þú gerist upp í einhverju ofbeldisbroti eða brjótast inn eða eitthvað þannig, að það bara ferð þú úr landi og við erum ekki að spyrja spurningu um það. Ég har örugglega hægt að búa til alls konar leið til þess að því menn þetta viljum við ekki laða til okkar glæpamenn sko. Nei, þú veist, orðatiltækið alvarleg glæpir hafi verið svona til umræðu. Hallast þú ekki meira bara þá að því að það sé bara glæpir punktur? Ég er að menna, þú veist, ég vil ekki láta senda fólk í landi eða gera hratt, auðvitað ekki. Nei, ég er að segja, ekki stöðumælabrot eða eitthvað þannig. En ef það er bara einhver alvarleg brot, þá auðvitað. Innbrot og þjófnaður og... Já, absolutt, þannig, við viljum ekki hafa þannig glæpahópa hjá okkur, sko. Það er þetta þannig, sko. Þetta því að þú veist eins og með þessa palestínumenn sem voru að spóka sem með byssunum og þá sagði einmitt lögreglumaður við ætlum bara að sýna að við sem algjört óþol gagnvart þessu og þess vegna verður þeir settir í skýrslutöku og fá sekt. Það hljómar ekki eins og algjört óþol gagnvart þessu. Það nú vantilega ekki brot að vera með einhverja plastbyssur. Það er brot. Það er brot að vera með, þetta er gegn vopnalega. Ég þekki það nú ekki sko. Þeir segja að lögreglumaður. Ég hef bara ekki sett mig inn í þetta mál og hef ekki séð þessar myndir þannig. Nei, eins og segið, þú veist, það er þannig. Þannig að ef við ætlum að standa í lappirnar gagnvart þessu, þá náttúrulega ætti við að vera að vísa mennum landi sem eru að spóka sem er byssur og almannafæri. Já, þetta er vonlega ekki byssur. Þetta er árásarvopn sem er notað til ógnunar, skilur. Þetta er ekki bara einhverja... Þetta voru plastbyssur. Þetta er ekki vassbyssur. Já, það sem Ísidór og Sindri voru að gera líka, það voru líka plastbyssur. Já, ég þekki þetta bara máli ekki þannig svo ég geti verið að rökraða við þig, sko. Nei, ég er bara að reyna út af því að, sko, það sem að hefur verið svolítið skrítið í þessar umræðu allri, er að Samfylkingin stóð svolítið gegn þessu með brottfararmiðstöðunar og var að tala svona öðrum tón. Svo er núna Viðreisn að fara að taka í handbremsun á þessu. Ég mætti á fund þar sem að De Bolle sem er framkvæmdastjóri Europol var ásamt Þorbjörgu Sigríði og fyrrum ríkislögreglustjóra þar sem að þessir svona sænski veruleiki er bara komin til okkar og það er bara vont. Það sögðu ekki berum orðum en voru að setja viðurkenna bara það að þessir skipulega glæpahópar er að vera stærri, umfangsmeiri og útsmóknari. Já, ég held að, þú veist, við getum lært af Svíum og við viljum ekki fá þessa glæpahópa hingað og þeir hafa nú verið stöðvar á landamærunum og við þurfum að gera það sem við getum til þess að meina það bara eingöngu sko. En og veist, þetta er náttúrulega skelfileg þróun sem er að gerast núna í Svíþjóð sem er bara að vera að nota börn í glæpastarfsemi og við viljum þetta ekki fara þangað þannig að við þurfum einhvern veginn og ég maður verður bara að treysta stjórnvöndi þess að finna leið til þess. Ég er náttúrulega engin sérfræðingur í þessum málum sko. Nei, en framkvæmdastjóri Europol, De Bolle, hún sagði líka að það væri líka verið að lokka íslensk börn í þennan veruleika. Já, það var þetta verið þessi hópur hvað var hún? 744. Já, hvað það heitir, já. Akkurat, þannig að þetta hefur maður ágjörð þessu. Ég vonum bara að ég taki handbremsun á þessu. En aðru, núna er eins og vorum að ræða þann með Norðurál og fleira sem hefur, hvað var að segja, þeir ætla ekki að borga, sem sagt borginni eða orkuveitunni fyrir ónotaða orku. Hvernig horfir þetta við þér? Já, þau hljóta bara að vera með samninga um það, hvað er að borga, hvað ekki og menn verður bara að standa við sína samninga eða semja um eitthvað annað.
Já, það spurning sko, ef þú kaupir hann með góð strikk og ég segi hérna, já, nei, ég ætla ekki að kaupa hann, ég er ekki búin að nota hann. Þetta er svona, það er ákveðin álitefni þannig. Ég er að meina... Þetta er ónotuð orka. Já, ég er að meina, það hlýtur bara að vera til samningur þetta. Það er til samningur. Já, og hann hlýtur bara að standa. Já. Nema þeir segja mig eitthvað annað. Já. Ég er að meina, það er bara samninga þeirra á milli og sem þeir verða bara að finna út úr. En þú sem formaður viðskiptaefnahagsnefndar, þú að fara að beita þér eitthvað í þessu? Nei, það er ég ekki fyrir að gera. Þetta er bara samninga milli 2 fyrirtækja og við erum ekki í þannig micromanagement ef við sem að stíga inn í slíkt nema að það verði eitthvað á stærri mælikvarða sko. Já, en hvernig pólitíkin almennt þá? Nú er miðflokkurinn á flugi. Já. Sem tengir svolítið útlendingaumræðinu. Þeir hafa nú verið að flugi áður. Já. Það var þetta fyrir kosningarnar í fyrra, þá tókuður ansi hátt ris, svo dalaði það, þannig að þetta er bara alltaf ferðaflugi, fylgið og þetta er áhugavert að fylgjast með því, hvernig það er að þróast. Já, en þið, hvernig þið eru náttúrulega farin eins og við vorum að ræða sveitarstjórnarkosningar? Já, okkur bara líður Akkur gengur eitthvað svona vel? Ég Er það svona miklu snillingar? Já, ég veit það nú ekki hvort það er svona miklu snillingar, en við erum allavega, við höfum verið frekar svona bara skýr í okkar pólitík, við erum bara að vinna fyrir fólki í landinu og við höfum svona lagt okkur fram við það að tala við fólk, þannig að við erum bara eins og Morgunblaðið kalla okkur, við erum ónaða fólk með því að banka upp á hjá þau og spura hvað við getum gert og það þannig að við höfum svona verið lagt mikið upp úr samtalinu og ég held að sé algjörlega einstakt það sem forsætisráðherra er að gera, Kristrún, að hún er að halda meðaltali 1 til 5-6 fundi, opna fundi með íbúðins lands ykkur einasta mánuði. Ég bara man ekki eftir að annað forsætisráðherra er gert annað slíkt. Nei. Er hún ekki besti stjórnmálamaður á Íslandi? Hún er algjör afburðamanneskja, segi ég og skrifa. Já, ég er sammála því sko, þetta því að ég er búin að vera aðdáðandi í mjög langan tíma sko. Og það er alveg ótrúlegt að vinna með henni sko, hún er svo skipulög, hún er svo vinnusum, hún er með svo sterka sýn og það er alveg ótrúlega gefandi bara að vera með hún á fundi, bara hvernig hún bara tala við íbúa þessa lands, þetta er alveg, maður verður alveg bara starstruck sko. Já. Það er alveg gaman að vinna með henni. Ég man þegar ég hitt hana fyrst sko, ég hef nú sagt þessu sögu aður, þá hugsaði ég bara, holy shit. Ég á ekki blóta. Holy moly, það er bara komið leiðtogi sem er augljóslega komað til með að breyta íslenskum stjórnmálum. Já, hún er svo sannarlega að gera það. Ég sagði mér þess að sko, ég á svo marga vini sem eru sjallar. Ég sagði við það bara, ég lofa ykkur því að þið eftir að pæli í þessari breytu. Og þeir svona, já, hitt og þetta eftir að koma í ljós og þetta eftir að gerast ég bara. Nei, ég held ég skilji ekki hvað þetta er sterkur stjórnmálamaður. Hún er alveg óheyrilega sterk og ég segi mikið verið með henni og hvernig bara tala við fólk og bara hvernig hún setur hluti í samhengi og svo er hún náttúrulega algjör afbramaður líka þegar kemur á alþjóðastjórnmálunum. Þannig að það er mikill fengur fyrir samfélkingun að fá eiga slíkan formann. Já. Og það er auðvitað hluti á okkar velgengni hvað hún hefur svona hjálpa okkur aðeins stundum að rétta kúrsinn og vera skýr á markmiðunum hvert við erum að fara og fyrir hvernig við erum að vinna. Já, út af því að þú nefndir alþjóðamálin sko að bora á Drekasvæðinu eru við ekki pepp út af ég hlusta á það var í apríl held ég þá við tala við þig þar sem þú mættir Nönnu systur hans Nönnu vinkonum minni, og þar voru þið að ræða einmitt þetta þar sem að þið voru að ræða það hvernig Ísland ætti að bera sig að þessu Heiða Guðjónsson er náttúrulega tíður gestur í þessu hlaðvarpi og hann er tilbúinn til þess að taka þetta á sig að fara í þetta verkefni. Erum við ekki peppuð yfir því og á ríkið að vera eitthvað sko annað það, eina sem þið þurfum að gera og því að þið eru svo peppuð fyrir skattfé eina sem þið þurfum að gera er bara að taka inn skattin. Ertu ekki peppuð yfir þessu? Það er nú aldrei neitt svona einfalt sko. Jú. Ef þetta væri svona einfalt þá varum við þetta lengur búin að gera þetta en það er verið eftir sko ég er nú ekki í djúpi á Drekasvæðinu en fyrir mér var þetta meira svona að vera vera djúpi við Drekasvæðinu en það var eitthvað svona mér fannst þetta vera eitthvað svona eitthvað glóp og gull ég er eitthvað úti sem við þurfum að harvesta og sækja og fáið þið fullt af skattfé þegar ég heyri svona þá er ég bara þetta getur nú ekki verið svona einfalt en það er verið er ekki verið að bíða eftir einhverjum rannsóknum frá Umhverfis- og orkustofnun og eitthvað slíkt sko, þannig ég hef nú ekki verið að missa svefni yfir hugsanlegu olíufundi á Drekasvæðinu svo það sé sagt og mér finnst þetta svona freka að vera svona fjarlægt hugarefni frekar en eitthvað sem við erum að fást við
Ég meina sko, núna, ég man ekki Nú ég bara í orkuframleiðslunni, lagareldi, verðmætasköpun núna í náinni framtíð. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Núna reiðum við okkur á ríki Hugvitaiðnaðurinn. Já, hann að fara, ég man ekki, samtökuiðnaðurinn sögðu að hugvitaiðnaðurinn myndi koma til með að aukast úr 300 milljónum í 900 milljónir á næstu 5 árum eða eitthvað. En milljarða, segi ég. Þá skulum við tala um nýju atvinnustefnuna, vaxtaplan til 10 ára sem í mótun. Ég vil tala um olíuleitina, sko. Hún ekki hluti á vaxtastefnunni. Nei, en út af því að ekki ensu komir. Út af því að við erum að tala um einhverja stofnanir sem eitthvað að skoða eitthvað hannig, en eins og við hefur verið fjallað og Heiðar Guðjónsson hefur verið að koma á framfæri og eins og segja, hann félagi með, þannig að ég kannski nefni minn bias, en aftur á móti að þá ger ég mig grein fyrir því að við reiðum okkur á orkuöflun ríkja sem við erum ekki miklar vinaþjóðir og það að geta gengið að því vísu að við séum með næga olíu eitthvað sem að við munum koma til með að þurfa til framtíðar. Það algjör tálsýn til dæmis fólk sem hefur verið að tala um það að stórir svona vestlar, það að segja stór flutningaskip séu að fara að vera rafknúin á næsta árum bara draumórar og algjörlega fjarstæðukennt og fleira og flugið líka, fólk hefur verið að tala um fljúandi rafmagnsflugvélar. Það ekki á leiðina á næstu 30 árum og jafnvel sko, ég man ekki, held að svona stór flutningaskip kosti $150 milljónir dollara segi og sem að þýðir náttúrulega bara að þetta mjög fjarlægur draumur. Já, við myndum aldrei byrja því að rafaða sko stór flutningaskip, maður myndi bara kannski byrja á smóbdónum og svona. Já, en sko út af því að við erum, Kína að opna 2 kolaver á mánuði sem menga miklu meira. Ef að við myndum standa okkar plikt og vera að auka framleiðslu olíu, að þá myndi það lækka virði kolanáma. Þó svo þið náttúrulega lítið, en þá verður það eitthvað. Ættu við ekki, þetta eins og Eldur Ólafsson búin að reyna að benda á, að fyrst og fremst ættu við ekki að vera að berjast gegn olíu, heldur að berjast gegn kolanámuframleiðslu sem að aukast. Ég þekki ekki málflutning þess Eldars og ég veit ekki svona hver hann En út af því að... En ég hef verið bara meira svona, kannski aðeins meira í núinu og við erum og mikið frekar að horfa bara á þessa endurnýju orku sem við höfum í hendi en ekki eitthvað sem ekki beint í öxum, þannig ég hef bara verið að reyna að draga okkur frekar bara í núið og ríkisstjórnin er þetta með skýr markmið að auka orkuframleiðslu. Stjórnmálamenn ekki verið í núinu, stjórnmálamenn að hafa framtíðarsýn. Ég vil vita hvað stjórnmálamenn sjá fyrir sér eftir 50 ár. Bara svo að segja, ég ekkert sérstaklega spennt fyrir olíuleit og drekasvæðinu, þannig ég segir það bara hreint út. Ég vil mér mikið frekar bara horfa á vatnsaflið og jarðhitann og svo líka á vindinn á ákveðnum svæðum, þannig að það svona, ég myndi frekar fókusa á þá orkugjafa heldur en olíuna, en auðvitað þurfum við að vera í góðu samstarfi við aðrar þjóðir og ég alveg sammála því að við erum þetta háð jarðefnaeldsneyti þótt að við séum að reyna að fasa það út, en það við erum ekki að fara að fasa það út í náinni framtíð, þannig að við þurfum að eiga góð samskipti við þessi ríki sem að búa til olíu eða að grafa hann upp. Nei, núna Jóhann Páll að koma á næstu dögum, hvað veist þér svona COP30? Varstu eitthvað að fylgjast með þessu? Nei, mjög lítið. Já. Þetta orðið miklu minna í sniðum. Fólk hefur minni áhuga á þessu. Þetta einhvern veginn sérstaklega út af alþjóðakerfinu. Það að svo mikið til hreyfingu. Albert Jónsson hefur alltaf sagt þetta. Þetta bara eitthvað svona verkefni sem alþjóðakerfi hefur ekki tök á að takast á við. Loftslagsbreytingar. Þetta bara algjörlega fatalt. Já, ég hef bara heyrt að félögum minni sem fóru þarna út og bara með miklar áhyggjur af stöðu mála í loftslagsmálunum og þannig en ég sjálf hef fylgst ekki mjög mikið með COP, en svo gerist það svolítið svona þegar
maður dettur hennar á vinnustað sem Alþingi ég sitt í efnahags- og viðskiptanefnd og ég sitt í fjárlaganefnd og ég bara einhvern veginn á kafi í Excel-skjölunum sko og maður svona pínu svona maður sérhæfist svolítið, það ekki það ég hafi ekki áhyggjur af framtíðinu okkar og loftasmálum, það hefur ekki verið svona mitt svona mín go-to mál, svo það sé sagt. Já, ok. En þú vilt tala um atvinnustefnuna? Já, ég vil tala um atvinnustefnuna. Endum á henni. Nú er talað Sjallarnir að stríða með Kristrún Frostaveiturinn mikli. Já. Þið talið hvar er sleggjan og hvað var það? Já, atvinnu veturinn mikli, nei, hvað var það? Verðmætasköpun á hausti. Algjörlega. Hvað finnst þér þessa stríðinni? Já, mér finnst það bara skemmtilegt og stjórnmál eru skemmtileg og það má alveg svona stríða svona, ég hef nú bara gaman að því. Ég var nú að banki í hús í Garðabæ, ekki alls fyrir löngu og spyrja fólk hvað Samfylking geti gert fyrir fólk og var þar með Kristrúnu á svona föruneti og það fekk ég það bara, já ég er nú bara búið mig undir Frostaveturinn mikla og mér fannst það nú bara fyndið og skemmtilegt sko, þannig að við þurfum líka að hafa dálítið bara húmor fyrir hlutunum sko. En ég er bara ofboðslega spennt fyrir atvinnustefninu, þessi vaxtaplani til 10 ára og mér finnst líka bara gott að finna það hvað hún er að falla í góðan jarðveg, við heyrum það bara hvar sem ég kem, fólk er bara ofboðslega spennt fyrir atvinnustefnunni og bara markmiðinnar og hvert við erum að fara. Þannig að þetta þetta fyrsta skipti sem hefur verið gerð svona atvinnustefna þessu tagi sem ég held að sé mikilvægt. Þannig að allir viti hvert við erum að fara. Þannig að ég er gríðarlega spennt fyrir henni. En eru allir spenntir? Eins og við erum að tala þá er mikið að teikna á lofti á ýmsum sviðum. Það er nú bara til skamstíma en ég heyri bara hvar sem ég kem. Hvort sem eru samtök atvinnuleysins eða SA eða allir spenntir fyrir atvinnustefnunni. Aha, allir? Ég hef allan ekki heyrt neitt sem er ekki spenntur fyrir henni. Nei, þú er kannski með ómikið að já-fólki í kringu. Já, það er nú Mér finnst bara að vera svo skrítið umhorfs. En er það ekki, þetta er nú kannski bara heimurinn sem við erum alltaf í einhverjum svona búblum, eins og maður segja, en ég bara heyri bara opaslega gott atvinnustefnuna og fólk spennt fyrir henni og svona. Hvað er í þessari atvinnustefnu? Það er þetta bara, þetta er svona vaxtaplan til 10 ára, þar erum við að setja fókusinn á háframleiðni greinar, á hugvit, á orku og á lagarheldið til að mynda, bara á það greinar sem búa til verðmæti til framtíðar og við erum líka leggja áherslu á STEM-greinarnar og vísindi, tækni, verkfræði og þannig að svona ýta upp framleiðninni. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Bara sem stef inn í framtíðina. Þannig að þú horfir björtum augum á þetta? Ég ger það. Það er ekki ástæða til annars. En svo þrátt fyrir að sé svona ákveðnar áskoranir akkurat núna, þá held ég að framtíð okkar Íslendinga björt. Við erum í frábæri stöðu með allar þessar auðlindir okkar. Við erum með sterkt atvinnulíf og við erum með sterkar útflutningsgreinar, þannig að þó að gefa aðeins á núna þá nú bara líta framtíðina björtum augum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægis stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, eigum við ekki að horfa á hann björtum augum og bora eftir olíu á drekasvæðinu. Og það ég alveg tala, ég held að það sem að væri, út af því að núna nátt að sér það sjálfstæðisflokkurinn er dala, miðflokkurinn er eitthvað aðeins að fara upp. Ég hugsa, ef að Samfylkingin myndi segja bara, heyrðu, já, góðum á það drekasvæði, þá myndi bæði hagvöxtur aukast, bara út af því að við myndum fara, það tekur tíma að fara að bora eftir sjálfur olíunni, þannig að þetta myndi auka við störf og svona, hvað var að segja, tengd störf og annað. Ég held að þið myndu gjörsamlega kveða þetta í kútun og verða 50% flokkur eftir næstu kosningar. Ég er ekki svo sannfærð það. Prófa, ég lofa. Ég held ég sé ekki fyrir mér að þetta yrði eitt af stefnumálum Samfylkingarinnar svo ég tali nú hreint út, sko. Nei.
Hann er Sjáum svona til. þekkjandi mitt heimafólk sko. En ertu ekkert opið fyrir því? Bara ég meina ef þessi stofnun sem þú nefndir aðeins, sem veit ekki sem hvað Umhverfis- og orkustofnun. já, sem eru bara mjög peppuð. Er þið mjög peppuð? Ég er að segja, ef þau eru mjög peppuð og bara einkaaðilar myndi koma og segja bara, heyrðu, ég til í að dempa fé í þetta. Já. Og eina sem þið þurfum að gera er að senda okkur reikning fyrir skattfénu. Sko, það er ekkert svona einfalt í þessu. Menna, það var hvað var félagið sem var að skilja inn rannsóknum? Voru með 100, já, voru þið ekki með 100 milljónar króna að tapa þessu? Nei, það var eitthvað annað félag sem var þannig undan sem var með þetta 100 milljarðar króna tap og sem var, ég man ekki, sko, Heiðar Guðjónsson lýsti þessum daginn, ég man ekki núna að það var eitthvað út af einhverju öðru verkefni, en það var sama félag og var í rannsóknar. Það var ekki út af Drekasvæðinu sem þeir fóru í þetta milljarðar króna tap. En ég segi bara að þegar við erum að horfa á verðmætasköpun, þá held ég segi skynsamlega að horfa eitthvað sem er svona nær okkur og er líklegar til árangurs. Þetta olíuleit á Drekasvæðinu, ég held að sé bara mikið á spurningamörkjum, þannig að við getum farið að telja krónur í kassan. Sjáum til, kannski verður búin að breyta skoðan þegar við kemur aftur. Aldrei vita. Takk aðeinslega fyrir að koma og þá getur næst. Takk fyrir að bjóða mér.